Byrjum aftur. Góðan daginn. Við erum mætt til þessa leiks og alvöru og byrjum að kveikja kertum á og svo þessu hér. Það ætlum alveg að drotti smá svo til þeirra verði ekki á. Þessi kveikur hér ósköp lítill og viðstandalegur. Við verðum að sjá til hvort hann dugi. Ég held hann dugi. Segjum bara hann dugi. En hann samt eitthvað viðstandalegur þetta blessaður. En ekki trúin okkar, hún nú aldrei viðstandaleg, heldur styrk og góð og öflug og vegna þess að við erum að gera það sem þarf til að gera hana að því. Eldurinn í þessu kerti viðstandalegur vegna þess að það ekki allt eins og á að vera. Og þannig verður líka með trúna okkar þegar við byrjum að vanrækja hana og ekki allt eins og á að vera. Og þá náttúrulega til ráð sem eins og alltaf áður, að bretta nú upp ermar og takast á við það sem þarf til þess að trúin hreyfist og lifni og verði þá þessi öfluga trú sem við viljum og getum átt til jafns við hvern sem Það ekki manngreinar álið. Við bendum á þennan og þessa, rosalega trúa þessi maður. En við segjum kannski ekki við okkur eins og segjum, ég vil eiga svona trú. Og svo förum við nú að velta því fyrir okkur hvernig í ósköpunum, það nú hægt. Það bara að lofa Drottinn aðeins meira. Lesa orð Guðs aðeins meira, elska samfélagið sitt aðeins meira, vanrækja ekki safnaða samkomur sínar og mæta á þessar stundir sem söfnurinn að boða til. Þannig að við höfum fullt að leiðu til þess að ekki bara haldast við í trúnni sem svona kannski ekki alveg ásættanlegt, þetta að vaxa. Þetta hellingsvinna að vera trúi manneskja sem tekur trúna sína alvarlega ekkert sjálfgefið. Þannig að þú horfir til mikillar trúmannesku og vill líkjast henni því að í hjartanu okkar býr eitthvað sem segir okkur að eiga mikla trú. Þetta allt saman færa leiðir, ef einn getur það, þá hún líka fær fyrir mig og þig. En það gerist ekki án vinnuframlags, því get ég lofað þér, frekar neitt annað. Þú horfir ekki á bílið inn, og ef þú kannski gerir það, jú, og í hvers getur þú sér það, og þá segir þau, það er að fara að bóna þetta. Svo bara líða árin áfram. Og aldrei bílinn bónað. Það verður nefnilega ekkert bónað fyrir þú gerir verkið. Eins og með trúna. Mikil trú næst fram að þú ert að gera trúna. Leyfa trúna verka í þér og það er vinna. Eitthvað verk í manni að vinna, að vinnu framlagi.
Þannig að það er út allt. Þessi grunnhugsun svo margs er framlag mitt til efnisins. Trúin er þarna líka. Og þú getur alveg eignast trú sem aðrir tala sem mikla trú. Eða finnst þér ekkur í því, sjálfum er mér alveg sama hvað menn segja hvað mig varðar. Ég varðar ekkert það. Mikið að lítið, aðalatið eins og ég segi, það veit nú sjálfur hvar maður stendur í þessu öllu saman. Og eins og ég líka oft sagt, afskaplega þakkláttur fyrir það að Drottinn gaf mér þetta einu sinni að vita hvar ég stend. Og nú sér þú tómar hróka gekk, sé ég. En þetta er nú það sem að Drottinn vill að þú vitir. Af hverju? Þetta er þín trú. Alveg svo þetta er mín trú sem ég á. Hún er fyrir mig. Og ég legg vinnu í hana. En ég get ekki gert svo mikið fyrir þig þarna nema að hvetja þig. Og hvað er samfélagi til annars en að hvetja hvort annað í samfélaginu. Þannig við sjáum að það er rétt að benda mönnum á það að vanrækja ekki sína samkomu. Við heyrum líka að þetta er engin skipun. Þetta er þess ábending frá honum sem að Skópu gerði hvað okkur er fyrir bestu. Hann er Guð. Hann skipar engum. Hann þvingar engan. Hann vill að allt sé gert í Jesú nafni, í frelsi og fögnuði leið. Og við kynnumst því hvað hann er góður, því að jafnvel þegar við dröttumst til að gera það sem við eigum að gera, þá væri Drottinn alveg vís með að heiðra okkur alveg sérstaklega fyrir það. Og ef hann gerir það, þá er hann að gera það vegna þess að hann sá að þú keyrðir í axlirnar. Og hve lengi var hann að bíða eftir því að þú keyrðir í axlirnar, ég veit það ekki, en þú gerðir það. Og það gladdi hjarta hans þegar þú gerðir það. Og að því að gladdi hjarta hans, þá væri hann alveg ís með að heiðra þig með einhverjum hætti fyrir þetta verk sem þú loksins strattaðist í. Þannig þú sérð að þú getur alveg lært það eins og allir aðrir menn. Ef þú finnur eitthvað svona í hjartaðinu að þetta vilji sig líkuð, þá bara farðu og gerðu það. Farðu ekki í 64 bænir sem það þú kallar eftir staðfestingu. Út með hana. Og hver er hún? Fullvissaði. En þetta er allt til staðar. En málið er að við þurfum að lesa rétt úr því sem til staðar. Við gerum það oft og við getum líka lært að gera það bara alltaf þegar þetta kemur. En sumir er að velkjast í vafa hvort þetta hafa nú verið frá Guði eða holdinu. Við erum svo miklu sérfræðingar í holdinu. En Guð talar. Hann talar þegar það. Þannig að það fer ekkert fram hjá neinum annað er síðan hvað við meðtökum og skiljum. Meðtökum. Að meðtaka ekki til að mynda það sem við ættum að vita að vera frá Guði er að vantrú. Vegna þess að trúin ekki fengið þá næringu sem henni ber til þess að vera þá þessi trú. Við erum með Biblíuna hér fyrir framan okkur. Hún segir okkur allt öll þessi mál. Þannig að við erum á nafnsökunar og það er mikið og gott atriði að vera að tönnlast á þessu að við séum án afsökunar því að þetta er sannleikur samkvæmt að við erum án afsökunar. Og Drottinn er með þetta allt saman til reiðu handa okkur en að því hann er góður. Hann vil að maðurinn geri verkin í hlýðni við sig og finni þörfina hjá sig sjálfum að gera þetta
að því hann vill gera sjálfum sér það besta, þá líka helst hann við orðið, sjálfviljugur, fer fús og frjáls í að lesa orðið og það er algjörlega vilji Guðs. Hann þvingar engan í neina átt, en hann bendir og auðvitað ætlast til þess að maðurinn hlýði sér. Hlýðnin og meiri hlýðni kemur vegna þess að þú reyndir Guð með þeim hætti að honum er fullkomlega treystandi og þú getur óhugað farið og gert þau verk sem hann er að biðja þau að gera. Það er þannig sem við lærum, þegar við hlaupum í verkin. Já, og svo kemur að því að við hlaupum í verkin leið og við heyrum og vitum að þetta er frá Guði, þá bara förum við að gera þau. Þannig að við látum ekkert standa neitt á okkur. Af hverju? Að því trúin hefur fengið að vaxa. Hún hefur fengið að vinna og hún hefur fengið að verka. Og svona virkar trúin. Læringin, einkum og sér lagi, hún kemur nú reyndar margvíslega til okkar. Hún kemur í lestur orðsins, prívat, persónlega, einn með Guði, þannig er nú yfirleitt lesturinn hjá okkur að við erum einir með Guði og ein. Og skilningurinn kemur þaðan því að hann getur gefið alveg beint niður skilning, tæran og hreina skilning. En að því hann hvetur okkur til samfélagsins, þá býður hann með suman skilning, þangað til þú mætir í samfélagi. Og það hefjast einhverja umræður, Drottinn getur tengt þetta allt saman ef hann vill það. Það hefjast einhverja umræður trúmál. Allt í einu ertu komið skilning á því sem þú skildir ekki, án þess í raun og veru þú væri neitt að koma þangað til þess að fá skilningi. En að því að Drottinn er góður, hann veit hver þú ert, hann veit hvað þú ert að leitast eftir og hann næri ekki að útskýra þetta fyrir þér í lestrinum, að því þú alltaf að pæli ykkur öðru svona með hinnu, að þá ferði í samfélagið og elskar þitt samfélag. Og það er aldrei að vita nema Drottinn hefji þessa umræðu þar við þig, já, í gegnum þess vegna bara einhver aðra manneski sem vatt sér að þér og þeir tóku tal saman og þetta leiddist í þess átt. Þannig að skilningurinn kemur víða að. Þetta er líka myndin af samfélaginu. Hann gerir okkur háð samfélaginu á svo margan hátt. Hann gerir okkur háð samfélaginu því að þar fáum við fallega tónlist. Og þar syngjum við oft með, margir, en það er reyndar allur gangur á því, en yfirleitt syngja menn nú með. Og það er ætlast til þess að menn syngi með. Og þú fær þennan skilning sem þú varst að leita eftir. Þannig að þú sér að Drottinn er líka að gera þig háðan samfélaginu. Þannig að hann veit alveg hvernig hann á að gera þetta. Þannig við þurfum í raun og veru ekkert að gera neitt nema að heyra rödd Drottins og gera það sem hann er að bjóða. Allir vita að við þurfum að lesa orð Guðs. Ég held að sé nú varla til svo manneskja sem trúir sem ekki veit þetta. En þetta allt saman getum við ströggla. Og að því að við erum oft svo miklir holdsins og konur, að þá fer þetta hold að ströggla við okkur alveg endalaust. Við ætlum að fara að lesa, en þá kemur allt í einu upp ykkur hugsun það að taka til í garðinum, ef við erum með garð og að kannski drasl í honum sem þú vilt kannski losna við og þú leggur frá þig bókina og ferð í að tína upp draslið. Þannig að þú ert ekki mjög skipulögð manneskja, ekki mjög öguð manneskja, ef þú leyfir þessu að
að gerast. Þú ákvaðst að fara í biblíulestur. Ég er ekki að tala um einn dag í biblíulestur, þetta er nú yfirleitt bara nokkra mínútur. Það varð ekki að því. Og næsta sem sást til þín var að þú varst að skottast þarna út á blettinu hjá þér að tína upp drasl, svo sem þarftverk og allt sem mann hlaði. Við viljum að það sé snertilegt í kringum okkur. En eftir, ef þú hefði haldið áfram með hitt og lokið við kaflan á kannski 10 mínútum, þannig að ég held að bletturinn hafi ekki beðið neitt tjón af því þó að hann biði í 10 mínútur. Þú laugst við þetta verk og svo fórst ég heim. En að því að það er svona rót í þér og þú ætlaðir að fara að taka þetta tæki, við erum alltaf að fara að taka okkur tæki og þið veitir hvernig þetta er. Þá slepptir þessu, hljóst beint í hitt. Og það var nú aldrei gaman maður, það endist þér allan daginn. Það er gaman að vera úti í góða veðrinu og góða loftinu og það er auðvelt að gleyma sér þar ef maður hefur einhvern áhuga fyrir þessu. En biblíulesturinn eina ferðina enn, af honum varð ekki, þannig að aldrei kom nú nein uppbygging þaðan sem ætti að vera markmið daglega og er margra markmið og margir, ég reyndar veit ekkert hvernig menn gera þetta en ég tel að það sé allavega fjöldi mann sem að lesa hverjum degi. Sjálfur er ég búinn að lesa hverjum degi bara síðan ég byrjaði að trúa. Og ég geri þetta ennþá. Ég les alltaf á morgnana. Áður en ég geri neitt annað þá byrja ég að lesa orð Guðs. Nei, reyndar byrja ég alltaf á því að hella mér upp úr könnuna. Ég er svona kaffikall. En orðin bara afskaplega slakur í því með þegar maður var á hét. Þá lá maður í þessu alveg eins og maður fengi tímakaup fyrir. En það er ekki lengur. En við erum hérna með orð Guðs og þessi þáttur heitir Biblíuþátturinn okkar eins og við vitum og er eins og sem okkar vitum til að hvetja okkur að lesturinnum og svona taka stáið lesturinn bara með okkur sjálfum. Ekki að láta mata sig á orðinu af annarra völdum, við gerum það líka, en við berum ábyrgð á að fá orðið í okkur sjálf og það gerum við heima. Og skipuleggjum tíman okkar þannig að þetta sé vinnandi vegur á hverjum degi. En ef þú vilt ekki skipuleggja tímaðinn og ég þá að skipuleggja fyrir þig til þess að þú farir eftir því. Nei, það er best að þú gerir þetta sjálfur og sjálf því að það sem þú skipuleggur og gerir frá til það verður þér miklu tamara og það verður miklu ánægilegra fyrir þig sem manneskja að vinna þá samkvæmt því að þú ert að vinna þá samkvæmt þínu eigin plani sem þú gerðir sjálfur og sjálf. Það er mikilvægt fyrir sunt fólk að hafa þetta með þeim hætti. Við erum svo eigingjörn og við erum svo ráðurík oft á tíðum að við viljum hafa þetta með þessum hætti og stundum er allt í lagi að vera ráðuríkur. Svona upp að ákveðnu marki. Það er kannski vist ráðuríki að lesa okkur degi. En við sjáum að það er nú aldrei þessi fínt markmið samt og að vera haldið ráðuríki hvað þetta varðar er bara þið besta mál. En að láta ráðuríkina bitna á öðru fólki er kannski ekki alveg eins gott. Þannig við sjáum að við getum dáið svo mörgu og öllu svona löstum því að vera ráðuríkur yfir annarri manneski er ekkert annað en bara löstur og skemmd á manneski í raun og veru. En öllu ekki þessu getum við allt þetta getum við losnað við og þetta er mjög gott hjálpartæki
Biblían, til þess einmitt að losa sig við svona lesti, því að orð Guðs er besta kennsla sem fáanleg er lífið sjálft. Og við velkjumst ekki neinu vafa að við erum auðvitað inn í lífinu. Sum okkar höndlum lífið ekki mjög skynsamlega, en sumir hafa lært það mikið að þeir eru farnir að höndla það mjög skynsamlega. Það fer bara eftir því hvað þú vilt og hvernig þú lifir þínu lífi. Við erum núna í Jesaja, það er Gamla testamentið. Svo lesa frá 12. versi í 2. kafla Jesaja. Dagur drottins herskaranna kemur yfir allt dramblátt og hrókafullt, yfir allt sem gnæfir hátt. Hroki. Það gnæfa hátt í þessum skilningi er að hróka. Yfir öll setrustré á Líbanon, há og gnæfandi og alla Basan eikur. Yfir öll gnæfandi fjöll og yfir allar háar hæðir, yfir alla háresta turna, yfir alla ókleifa borgarmúra, yfir öll Tarsisskip, yfir öll skip hlaðin glisi. Þá verður hroki mannanna beygður og dramb þeirra lægt. Drottinn einn mun upphafinn á þeim degi. Upphafinn á þeim degi. Við sjáum að þegar þetta gengur yfir, að það munu margir verða raskiltir alveg skelfilega. En af hverju? Af hverju ekki bara ekki að taka sér taki núna og beygja sér bara í duftu fyrir Drottinn sem reisir okkur upp og við förum að gera það sem hann er að bjóða. Þá losnum við allt svona. Ekkert vesen. Það er líka hægt að taka sér taki og fara með sjálfan sig í þessa átt. Sumir gera það reyndar. Og allir sem eru uppteknir af orði Guðs, þeir munu smátt og smátt færa sig yfir í þá átt sem að Drottinn er að benda. En ef þú vilt ekkert gera, þú ræður þessu öllu, þá gerist náttúrulega ekki neitt. Og þú verður bara áfram leiðindagaurinn gamli góði, eða gamli leiðinlegi leiðindagaurinn. Það ekki? Ekkert hefur breyst. Það er orð Guðs sem breytir. Og breytir mér. Og hefur nú aldrei fengið að breyta mér. Ég kann vel við þessar breytingar svona fyrir mína parta. Allt Guði að þakka og því sem hann sett upp í hendurnar á mér, sem er þessi bók, Orð Guðs, sem að ég hef verið vikulega með efni ekki kennslubeina, þetta er hvatningu til að lesa sjálfur og sjálf. Að ég veit mikilvægi þess að lesa sjálfur og sjálf. Þá er maður leið að bera ábyrgð á trúalífinu. Þú ber ábyrgð á lífinu, þínu, engin annar. Þú ber líka á sama hátt ábyrgð á trúalífinu þínu og engin annar. Viljirðu vaxa, þá er það ákvörðun sem þú tekur fyrir þína parta og þú vext. Og vöxturinn felst í að gera það sem Drottinn hefur boðið. Að lesa er eitthvað sem Drottinn hefur boðið. Það byggir upp, það eykur skilningin á því sem að Drottinn er að tala, því hann talar alltaf út frá orðinu sínu. Ekki það sem þú vilt heyra, sem kýtlar fallegu eyrað þín. Hann er ekki það. Þetta er orðið mitt. Þetta er það sem ég vil að þú nemir. Svo fer það þannig að því trúin vex og skilningurinn líka, að þetta verður bókin sem verður þér hvað tömust. Og bókin jafnvel sem að allar aðrar bækur í þinni eigu viku fyrir, eins og gerðist í mínu tilviki. Bókahillurnar mínar þær tæmdust þegar ég frelsaðist. Og bækurnar mínar í dag eru ekki margar, mjög fáar reyndar og ég
verð nú að játa á mig þá synd að ég er ekki farin að lesa þær nema bara eitthvað smávegis. Fínar bækur og allt saman það, en maður er bara komin á allt annar stað með sig sjálf en var fyrir, 30 árum, 36 árum. Og ég mæri í dag orð Guðs. Ég hvet menn til þess að lesa orð Guðs. Kannski hvatti maður suma menn til þess að lesa þessa bók og hina, af því mér fannst hún góð. En ég geri það ekki lengur. Ekki svo skilja þetta ekki verið áhugaverð lesning, en ég bara benda fólki á það sem er áhugaverður og öllu áhugaverðu, orð Guðs. Ég vil bara halda mér þar. Ég sé ekki drátt það. Þetta er bara mín reynsla af bókinni og bókin sem hefur kennt mér hvað mest. Til að lifa því lífi sem að Drottinn vill að ég lifi, sem mér líður hvort er langbest inni. Það er vilji Guðs fyrir mig. Og ég læri vilja Guðs, í orði Guðs og af göngunum með honum. Og hún er dagleg. Ég læri Drottinn í samfélaginu mínu, því þar birtist hann í fólkinu. Og fólkið er bara eins og það er. Það er svona í dag og öðru sem morgun. En Drottinn á allt þetta fólk. Hve oft hefur það ekki verið hjálpleg hugsun þegar kannski fyrsta hugsunin er að koma sér í það. Þér er ekki verandi. Þess og kemur upp önnur hugsun. Þetta er allt fólk Guðs. Og þá komin allt önnur mynd á samfélagi. Því það er til í hjartanu þínu og mínu og okkar starfandi trú. Sem okkur, hvort sem ég eða þú, höfum borið gæfu til að bera ábyrgð á sjálf. Og það er mjög mikil ábyrgðarsemi að vilja viðhalda trúnni sinni einkum og séralagi með eigin lestir í orði Guðs. Því að trúiðin, hún á að byggja á þessu. Ekki þínum hugmyndum hvernig best er að gera þetta. En það er nú líka eitt sem er vandamál, að margir eru þar. Þeir vilja meiri árangur, en svona kjarninn grunnurinn að því að vilja meiri árangur er óþolinmæði. Vissirðu það? Okkur finnst ekkert að gera. Að við skiljum ekki orð Guðs. Hvað segir ekki Drottinn? Einn dagur hjá mér er sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Hvað segir þetta alltaf öðru sér? 1000 ár sem einn dagur. Hvað merkir það? Bang, það er komið. Þetta þurfum við að byggja upp. Það var sagt það, þá bang, það er komið. En það kemur á hans tíma, en það kemur. Svona hugsanir og pælingar og sannfæringu fær maður á trúargöngunni. Og trúargangan, hún er núna, og við að nema upp úr orði Guðs, að við viljum eiga eitthvað nesti, veganesti, á göngunni. Og orð Guðs er veganestið sem við sækjum í og ekki neitt annað. Fyrst og fremst sækjum við í þetta orð sem veganestið okkar. Og það hefur maður gert alveg frá fyrstu tíð. Ég sé ekki annað en að ég sé bara alveg þokkalega færi í þessu, færi að leiðbeina mönnum í gegnum þessar lendur á við hvert sem er. En það í sjálfu sér er ekkert keppi fyrir mig að vera leiðsegjandi þannig séð. En ég vil þó allavega vita nógu mikil skil á þessu til þess að maður getur nú allavega að tekið mark á þessum gæja. Og ég veit að maður gera það.
Efasemdamaðurinn alltaf til og hann ekkert á réttum stað þessi efasemdamaður, því að efasemdamaðurinn hefur nú þannig hugsanir að í raun og veru þá treystir hann engum. Og maður sem treystir engum, hvað ætlar hann að kenna öðrum mönnum? Því sem að treystir enga veginn, hann að kenna það. Þurfum við ekki að treysta því sjálfir og vita að þetta rétt til þess við förum að kenna öðrum? Jú, ég trúi orði Guðs og ég deil ekki orð Guðs, ég tala það. Og þú tekur þessu eða tekur þessu ekki. En ég hef gert það sem mér bar. Það alltaf rétt breytni, hvort sem fyrir mig að þig, að lesa orð Guðs og ég segi, svo sem margótt sagt það, daglega. Ég nokkuð viss það að Drottinn hvetur mig til þess að lesa þetta daglega. Ekki eftir dint og dant og þegar ég má vera að því. Ef ég með þá hugsun, ef ég ger þetta því má vera að því, þá nokkuð ljóst að þú mátt aldrei vera að því. Ef þú ert á þessum stað, þá mun alltaf eitthvað koma í veginn sem hindrar þig í þessu. Strákar, hann að fara að lesa, tröflum hann, gerum eitthvað svo að drögum athyglinni frá svo orði. Það má ekki lesa þetta orð. Ég held ég vitið hvernig ég að tala núna. Þetta raunveruleiki. Og veiklundaður ég, segðu þetta með mig, þarna. Styrkur minn, þegar hann leikur allur í Jesú. Og ég byggi undir hennar styrk með því að vera vel að mér í orði því sem að Jesús flutti. Og hann á allt Nýja testamentið. Kannski á hann alla Biblían, ég veit það ekki. En hann á allavega allt Nýja testamentið. Þó einir þessir kappar hafi reitað orðið. Og orðið nú öll samt komin frá trúnni þeirra og heilögum anda í þeim og því frá Jesú. Og af því að þetta allt það saman þaðan komið, þá líka byggir þetta upp eins og því ber að byggja upp. Eina sem ég þarf að gera að leyfa trúnni að ýta með að bókinni og hún les bókina með mér. Af því að svona stakki búið, þá líka kemur trúin af því og trúin vex af þessu. Þannig það ekki staðlausir stafir að hvetja menn til þess að lesa orð Guðs sjálfir, því að það þeim ætlað. Veistu af hverju? Trúin einstaklingsmiðuð. Ert þú ekki einstaklingur? Trúin fyrir þig sem einstakling. Og þú fékkst bókina, þessa bók sem ég með. Fékkst reyndar annað eintak, já þessa sjálfu. Þú fékkst þitt eintak og þú gæti þess vegna að þú vildi lesið 17. kafla Lúkasarguðspjalls, já. Og það einmitt það sem við ætlum að gera núna. Við ætlum að taka smá törn í Lúkasarguðspjalli í 17. kafla. Og hvar skal drepa niður fæti? Ég vil ekki bara lesa frá með 11. Og við skulum heyra hvað það býður okkur að hlusta á og skilja. Svo bar við á ferð Jesú til Jerúsalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galilíu. Og hann kominn í þorp nokkurt, mættu honum 10 líkþormenn, þeir sögðu álengdar, hófu upp rödd sína og kölluðu Jesús, meistari, miskunna þú oss. Jesú á ferð og holdsveikin menn hófu upp rödd sína og kölluðu,
sem gerði ráð fyrir að nægur kraftur byggi í þessum manni sem myndi lækna á. Annars hefði þeir ekki kallað með þeim hætti sem þeir gerðu. Þarna sjáum við mikla trú. Við svo lesa bara meira. Já, hóf rössin og köllum: Jesús, meistari, miskunna þú oss. Þeir stóðu álengdar, holdsveikir menn, þeir umgengust ekki, nema holdsveika menn. Þetta bráðsmitandi eða talið var allavega. Jesús sá þá og sagði við þá: farið og sýnið yður prestunum. Þið héldu af stað og nú brosa við að þeir urðu hreinir. Sem sagt, þeir heyrðu, þeir hlýddu, héldu af stað og þeir héldu af stað, þá læknuðust þeir. Það þeir ekki gert neitt, þá hefði þeir ekki læknað. En þeir sáu og hlýddu honum og fóru af stað og viti menn, þeir voru læknaði. Nú brosa við að þeir urðu hreinir. En einn þeirra sneri aftur hann sá að hann var heill orðinn og lofaði Guð hárri röstu. Hann féll fram að fótum Jesú og þakkaði honum, en hann var samveri. Hann var ekki einu sinni gyðingur. Og Jesú var sendur til gyðinga. Jesú sagði: Eruð ekki allir 10 hreinir? Hvar eru hinir 9? Eruð engin til þess að snúa aftur og gefa Guði dýrðina nema þessi útlendingu? Sem sagt, samverjinn, hann alltaf var heill, en hann var svo eini sem þakkaði lífgjafa sínum lækninguna. Svonur menn. Vá, maður æðist að vera orðinn heill, maður. Sögðu þeir 9. Svo bara héldu þeir á. Leiti ekki einu sinni við. Vöfðu ekki einu sinni hendi. Engin þakklætisvotur. Þetta eru menn. Þetta eru menn sem að ég segi hugsa einvörðungu sjálfan sig. Og þetta er slatti af svona fólki sem hugsa bara sjálfan sig. Eigin hag, eigin verk. Svo kom þarna merkilegur maður sem gat ekki farið burtu án þess að segja takk. En hinir gátu farið án þess að segja takk. Og það kom í ljós að þessi maður var útlendur maður, samveri. Og mér skilst að samverjar á þessum tíma hafi ekki verið mjög hátt skrifaðir í landi Ísraela. En hann var nú einstaklingurinn sem tók á sig rögg í þakklæti og hljóp og féll fyrir framan fætur drottins í auðmýkt. Drottinn, ég þakkaði fyrir þessa gjöf, þessa lækningu. Hinir heldur bara sögðu kormaður og brandar og rókum einhverja tröllahlátara. Horfði ekki einu sinni um öxl. Engin þakklætisvotur í hjartanu fyrir líkþrámenn, og líkþrámenn á þessum tíma voru útskúfaðir úr samfélaginu. En núna voru þeir á leiðinni, óorlega gaman. Og sögðu við prestarni: Jæja, prestar góðir, ég gera svo vel og skrifa mig inn í samfélagið aftur, ég orðinn heill. Og presturinn þurfti að gera einhverja pröfur, jú, þeir voru orðnir heilir. Hann skráði inn í samfélagið. Þessi 9 menn, og þeir fóru bara inn í sitt samfélag, byrjuðu að gera það sem þeir höfðu verið að gera, kenndu sér einskismenn, en áttu ekki til snefil af þakklæti, vegna þess þeir áttu greinilega ekki til snefil af trú. En samverjinn kannski var hann fullur á trú.
Já, hann líklega verið fullur af trú þegar hann vissi hvað hefði gert og hvers vegna það gerðist, að það var Jesús sem kallaði. Og hvað meira? Orðum Jesú fylgir máttur. Þetta skynjaði Samverjinn, en hinn bara óverulega gaman. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Freyðsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram og veit að þú ætlar að biðja með honum fyrir þessu. Jesú nafni.